There is a wise way to say Merry Christmas. A very Merry Christmas. A very, very Merry, Merry Christmas to you.
Komið bless og sæl og velkomna aðventuhátíð Lindakirkju. Við heitum Aldís. Og Kolbrún og við erum í unglingagospelkórnum. Hefurðu pælt í því, Kolbrún, að við erum inn á 2 valdnar úr unglingagospelkórnum til þess að kynna næsta atriði, en venjulega er þetta prestur sem kynni fyrst. Já, meinar. Verður þá ekki að tala eins og prestar? Jú, góð hugmynd. Byrja þú. Ok, halda mæknum. Ok. Ó, ég að segja ykkur brandara. Sko, einu sinni voru 2 rollur upp á hól og þá segir hinn rollan me og þá segir hinn rollan ég ætlaði að segja þetta. Kolbrún, hvað ertu að gera? Ég er að leika Guðna prest. Kolbrún, Já? við erum að tala svona prestar úr öðrum kirkjum. Við erum að tala ógeðslega svona virðulega og hátíðlega. Já. Ok, ég skal byrja. Ok. Háæruverðugi söfnur sem kendur er við lindina lífið gefur. Það er með lotningu og auðmýkt í hjarta að við stöndum hér hrærðar eftir guðdómlegan flutning kóran okkar á þessari aldagömlu þjóðvísu líður að helgum tíðum. Vísu sem formæður okkar og forfeður, kynslóð eftir kynslóð, sungu tárvot og þakklátt Guði sínum í torfkomun á aðventu í gegnum aldirnar. Við kæri söfnur vorum að hlusta á þjóðargersemi. Vel gert! En býtu, Kolbrún, verðum við ekki að tóna inn næsta lag? Jú, ok. Næsta lag heitir Fjöður á himni. Guð sé þökk fyrir okkar fallegu kóra. Ógnandi stormur er að þagna, engill mér veitir skjól. Eins og hann vilji fá að fagna, friði heilög jól. Hjá mínu rúmi sæll hann situr, sefjið þar vært og rótt. Verndar hann mig dag sem dimma Situr, sefjið þar vært og rótt.
Ég heiti Ingibjörg Svana og ég í barnakórnum. Og ég heiti Signý Náð og ég líka á barnakórnum. Þetta var lagið Þegar þú blikkar sem Herra Netusmér, gamalt fermingabarn úr Lindakirkju, gerði vinsælt. En nú gerum við eitt skemmtilegt og setjum við happdrætti í gang. En undir kirkjubekknum ykkar búið að líma happdrættismiða fyrir hvert og eitt ykkar. Nú megið tegja ykkur undir bekkina og finna miðan. Þið eru kannski búin að fatta að það engin happdrættismiðar, en það svona sem að gabba 390 manns all í einu. Já, tekin! En þetta nú eiginlega hálfgert happdrætti og þið fáið öll vinning með því að hlusta á okkur. Og styrkið í leiðinni 2 sjóði, Líknarsjóð Lindakirkju og Lyftisjóð Lindakirkju. En næstur á svið Baltigull. Hann fermingabarn úr Lindakirkju og nú mun kynna lagið sitt. Góða kvöldi. Herru, Guðni hringdi í mig hvað ætlaði það ekki verið fyrir 3 vikur síðan eða eitthvað. Þá hringdi hann í mig herru Balti, ég var að pæla hvort þið getið komið og tekið lag á aðventutónleikunum okkar 1. desember. Og ég náttúrulega bara að sjálfsögðu bara geggjað, þú veist. Ég bara búinn að vera að mæta í messu með litla bróðum mínum, Tolla núna síðan í fyrra örugglega og fermdist hérna líka og byrjaði að gera tónlist núna í janúar og var gefið plötu núna á föstudaginn fyrir 2 vikum og ætla að taka núna lag sem heitir Djúpsá gróhægt. Þannig að hérna kemur það. Sem að standa í stað, ég reyna að stoppa mig í að opna þig því ég veit hvað gerist ef þú kemst að. Ekkert gott getur skeð ef að ég á sama stað við þau hjálp. Ertu þarna eða svaraðu mér? Ekki fara því að ég veit hvað að þegar nóttin kemur aftur ég ennþá fastur samt aftur allur þegar þú hér. Reyna að segja sjálfum mér við hefðum ekkert getað gert en það eina sem ég á eftir minningin og sektarkennd og djúpsár sem að gróa hægt. Og djúpsár sem að gróa hægt. Ég að týna mér, þú ert ekki hér, hvað gerist núna? Þessi grím á mér, hún ekki ég, þú misti trúna. Ég reyndi allt en þá meira, alveg sama reyni að gleyma. Tilfinningar inni mér leynast, næ ekki að losa þær. Og þegar ég loka augunum, sé ég þig samt ennþá með þig á heilanum. Hvernig lifði ég þess að sleppa ástin mín vorum ekki að keppast. Séns ennþá reyna að segja sjálfum mér við hefðum ekkert getað gert en það eina sem ég á eftir
var sektarkennd og djúp sár sem að gróa hægt. Og djúp sár sem að gróa hægt. Ég ennþá að vona að þetta verði ekki svona. Ég trúi því ennþá að það enn séns, já. Takk hérlega fyrir mig. Já, geggjað. Ég heiti Dís Gylfadóttir og ein af 3 prestum inn við kirkjuna og mér var falið að fara yfir praktísk atriði. Undanfarnar vikur höfum fengið að fylgjast með undirbúningi jólana og kórana og það hafa jólalög óma hérna kirkjuna bara frá því í byrjun október. Og það svo gaman að finna metnaðinn hjá öllum kórstjórunum og söngfólkinu. En barnakórnum stýra mæðgurnar Hjördís Anna Matthíasdóttir og Áslaug Helga Hálfdanadóttir, en hún djáknin okkar hér í Lindakirkju. Kór Lindakirkju stýrir svo Óskar Einarsson sem tónlistarstjórinn okkar og hann leikur á flílinn hér í kvöld eins og öllum sunnudagskvöld, en með honum í kvöld eru Páll Elvar Pálsson og Pétur Erlendsson. Og það meira. Til að tæknin skili sér alla leið þá eru Hrannar Björn Kristjánsson að hljóðblanda og Björn Ingi Óskarsson sér það sem að birtist hérna á skjánum. Síðan langar mig líka til að þakka þeim sem að vinna mikla vinnu en eru kannski ekkert alltaf mjög sýnilegar. Það eru Margrét Unnu Kjartansdóttir, rekstrarstjóri Lindakirkju, Ágústa Guðný Hilmarsdóttir, Steinunn Stefánsdóttir og Guðbjörg Ýr Hilmarsdóttir og hún bjó meðal annars til plakati fyrir aðvendahátíðina. Gefið þeim gott klapp og njótum nú sálms eftir Gumma Kalla, sóknarprestin okkar sem í leyfi. Gjörið þið svo vel. Skinni tindrar snjór á trjánum. Ég tylli mér við stofugluggann minn og horfi út á nætur himininn minn við óttubil þar ótal stjörnur blika úr á vegum geimsins inn til mín. Þær sem og lýstu forðum leiðina til þín. Stjörnubjarta stjörnubjarta nótt, jólaljósin fyrstu, stjörnubjarta nótt. Nú leika mannabyggðir lausum hala, litanskrúði skreytir bæ og fjörð og ljósin björtu skæru minna á þáttir sem ljómaði með vonum frið á jörð. Stjörnubjarta nótt, stjörnubjarta nótt, ljósin allra alda, stjörnubjarta
mér hjartað kalda, stjörnubjarta nótt. Skín á himni næturstjarnan skín. Hljótt líður hún á vörum bæni stjörnubjarta nótt, ljósið að hraða, stjörnubjarta nótt, stjörnubjarta nótt, ver mér hjartað kalda, stjörnubjarta nótt.
kvöldið. Ég heiti Bjarki Þór og hér í unglingastarfi KFUM á þriðjudagskvöldum. En fannst ykkur þetta ekki fallegt lag? Ég heyrði nefnilega eitt sinn sögu af barni sem hélt þetta væri svona hjálparsöngur fyrir jólasveinin Stúf. Af því að það lína sem gleymd ekki þínu minnsta bróður. En voruð búin að heyra fréttirnar af Stúfi? Hann sko hættur á Instagram. Nú hann bara á Minnstagram. En að öllu gamni sleftu, þá snerist hjálparæðislagið gildi kristna trúar. Að við gleymum aldrei þeim sem höllum fæti standa. Jesús sagði nefnilega sjálfur: sannarlega segi yður, allt sem þér gerið, einu minna minnstu bræðra, það hafið þér gert mér. Við erum kölluð til að sýna kærleika og samkennd og það þess vegna sem við styrkjum líknarsjóðinn hér í kvöld. Og það jólaboðskapurinn. En næst þá söngkonan sem byrjaði að syngja ung í unglingagospelkórnum okkar en nú landsþekkt Eurovision-stjarna og ég held við vitum öll hvernig við erum að tala um. En gefið henni gott klapp, Diljá Pétursdóttir. Takk fyrir þetta. Heyrðu, góða kvöldið. Gaman að vera komin hingað. Ég ætla að segja örfá orð áður en ég byrja að syngja. Gugga. Silja húða. Já, hérna örfá orð áður en ég byrja að syngja. Mér langar bara að segja aðvendukvöldið á sér svo stóran part í hjartanu mínu. Og mér þykir svo ógeðslega vænt þetta af því að mér finnst eins og sé svo stutt síðan. Svo ótrúlega stutt síðan að ég var hérna megin. En það í rauninni rosa stutt síðan, ég svo ung sko. En nei, ég man bara þegar ég var hérna megin og alltaf þegar, þessi hlið var að syngja og alltaf bara slega wow, svo flott og bara allt svo amazing og ég var svo spennt að eitthvað svona, þegar ég orðin 18 þá ætla ég í þennan kór. En vá, það var geggjus að bara, geðveikt, gaman og þau eru líka svo góð! Það grínast þegar þú blikkar, hörðu netsmiðslagið? Tár og hvarmi, þau eru æði. Amazing. Ok, aðeins ekki, ég ætlaði nú ekkert að tala sko, ég ætlaði bara að fá að syngja eitt lag. Ég ætla að fá að syngja lag eftir hann Gumma Kalla, prestinn okkar, sem núna í Ítalíu. Og það heitir Við jötuna. Gjörið svo vel. Í barnsins blíðu birtist ásýn þín í hjartastað mig hittir þín hreina ást til mín. Það sem undur gerist, ást þín snertir mig. Þá verður löngun lífs míns að lifa fyrir þig. Fyrstu jól í minn Jesús nýt ég þig. Í barnsins auðmýkt ertu ást að biðja mig. Þú mætir mér í mildi, ég meðtek andar þinn. Að óska hann tengist við andar dráttir minn. Það sem
þín dýrðar drottin er djúp og yndisleg. Hún býr í brjósti mínu, hún brennur þar svo heitt. Ég undrast áhrif hennar sem öllu geta breytt. Það sem undur gerist umlít ég þig. Í ástaraugum þínum ég endurspegla mig. Það sem undur gerist umjótt skynja ég. Hve ást þín dýrðar drottin er djúp og yndisleg. Hún býr í brjósti mínu, hún brennur þar svo heitt. Ég undrast áhrif hennar sem öllu geta breytt. Það sem undur gerist umlít ég þig. Í ástaraugum þínum ég endurspegla mig. Takk kærlega fyrir mig. Halló, já, ég svo óvanur að nota svona græjur. Ég heiti, komið þið sæl, ég heiti Óli ég og ég starfa sem sóknarprestur í Seljakirkju og núna ég aðstoðarprestur í Lindakirkju í aflessingu fyrir hann Gumma Kalla og svo ég framkvæmdastjóri á Herjólfi og eiginlega ætla að nota þetta tækifæri til að auglýsa það að Herjólfsferð góð og örugg ferð. Og bið ykkur bara það þegar þið ætla að slaka á aðventunni að þá óbóðslega gott að taka sér ferð til Eyja, sérstaklega gegnum Þorlákshöfn. Því þá ekkert annað sem truflar athyglina heldur bara það að geta notið þess að vera saman og þessu gott hamborgaratilboð úr Herjólfi. Fær það ekki betra? Nei, en þetta alltaf alveg dásamlegt að vera með ykkur og með þessum hóp hérna og ykkur öllum. Þetta algjörlega frábært að byrja aðventuna nákvæmlega með þessum hætti. Og svo ætla ég nú að segja hérna nokkur orð og Guðni sagði ég hefði 3 mínútur en svo kannaði hjá bæði Margrét og Ágústu, við erum með kirkjuna fram á þriðjudag, þannig að það ekki stress. Nógan tíma. Og þetta því að sko það svo margt að segja, það svo margt að tala þegar á þessum tíma. Þetta svo fallegu tími sem að ganga í garð og ég var að hugsa það. Að öll þessi tákn og allt saman sem við erum að nota. Ég var að skýra inn í heimahúsum daginn og svo þetta svona oft þegar maður að skýra í heimahúsi þá mætið maður með töskuna sína og það eins og maður sé að flytja inn á fólk. Þetta svo ferlega mikill búnaður sem maður með sko. Og svo maður oft vísað inn í herbergi eins og þessu tilfelli, fór þarna inn í herbergi og þarna voru ykkur 10 ára gamli frændur sem voru mikið að spá og speklur í lífið og ég svona opna töskuna mína og fer að klæða mig í. Hvað þetta? Sagði annar strákur. Já, þetta nú bara hempan mín, sagði ég. En það svarti kjólinn og Ertu að klæða í kjól? Hvað eru að klæða í kjól? Já, þetta nú bara svona prestabúningurinn og svo setti ég kragan. Hvað er það að vera líka trúð? Hvað er það kraga? Og svona hélt þetta áfram og svo fór ég rikkilínið utan yfir, hvít utan yfir og hvað er þetta? Já, þetta er rikkilínið mitt og svona og svo setti ég, svo sagði hann, ætlar ekki að fara hægt að klæða þig? Og svo setti ég nú stóluna yfir grænu, hvað er þetta með grænt? Þetta er Breiðablik eða?
Þannig að skírninni senka hérna korter út í þurfum að taka strákana hérna í Guðfræði 101 og prestaskrúða 102 og þetta var allt saman á hreinu. En sko, málið það, og þetta náttúrulega allt saman, og ég ætla ekkert að fara að útskýra það hér, við höfum ekki einu sinni tíma fram að þriðjudag til þess, að fara að útskýra hvað öll þessi tákn eru. En þegar við erum á aðventu, að þá sjáum við táknin allstaðar og allt í kringum okkur í allskyns skrauti. Ljósin á trén og ljósum út allt sem minna á ljós heimsins, Jesúbarnið í jötunni. Við sjáum stjörnuna á toppi jólatrésins sem minnir á Betlehem-stjörnuna. En svo eitt sem langar sérstaklega að benda athyglinni ykkar á, það aðventukransinn. Þetta svona, hann svolítið víkjandi. Við sjáum það ekki alveg á öllum heimilum aðventukrans og eins og var kannski hér á árum áður. En hann ótrúlega merkilegur. Bæði náttúrulega minnir hann á þætti úr jólasögunni, spádómskerti, sem minnir á það að Jesú fæddist þegar búið að spá því og löngu áður, og við sjáum Betlehemskerti sem minnir á borgina og hirðakerti sem minnir á fjárhirðana sem fyrst fengu fréttirnar og englakerti sem minnir á englana sem að sögðu frá þessum stórkostlegustu tíðindum sem að heimurinn hefur fengið, yður í dag frelsari fæddur. En aðventukransinn meira sér merkilegur en þetta vegna þess að hann varð til miðja 19. öld. Þá var það þannig að það var starfsmaður á munaðarleysingahæli í Þýskalandi sem þótti svo sárt að það var ekkert skreytt. Það var ekkert gert fyrir börnin á heimilinu og aðventu eða jólum. Þannig að hann ákvað að taka málin í sínar hendur. Ekki gat hann keypt skraut og ekki gat hann keypt gjafir handa öllum börnunum, en hann ákvað á aðventu að setjast niður með börnunum, lesa fyrir þau úr jólasögunni, segja þeim hvað þetta þýddi og svo í lokstundar að þá kveiktu öll börnin á kerti sem þau settu á svona hringlótt hjól eða disk sem var þarna fyrir framan þau. Og þannig varð þessi síður til, þróaðist í þessa átt sem við þekkjum, kransinn sem vafinn greninu og kveikt á einu kerti fyrir hvern sunnudag aðventunnar. Þetta kom einmitt eins og Bjarki Þór var að segja, þessi jólaboðskapur þar sem að börnin voru minnt á það, að Jesús kom í þennan heim fyrir allt fólk. Og líka börnin sem aldrei hefðu fundið móður eða föðurkærleika eða raunverulega ást. Jesús kom í heiminn fyrir allt fólk og minnir okkur á að þessi kærleikur að hann eigum við að senda áfram og vinna í bæði á aðventu og allt árið kring. Skulum vera minnu þess á aðventu, jólum, já og allan ársins hring. Guð gefa okkur góða aðventu.
Gott kvöld. Gaman að vera með ykkur í kvöld. Ég heiti Regína Ósk. Ég heiti Svenni. Og við erum bara eiginlega komin heim. Við erum búin að vera að vinna í þessari kirkju í ég veit ekki hvað, orðið mörg ár held ég, verða 10 held ég bara. Já, þegar við byrjuðum þá var ég með hár. Já. Það er langt síðan. Þú eru alveg að sýna fólki að það er farið? Nei, kannski ekki. Þú er með hatt. Ég ekki feimur við það. Og við erum sérst sjá hérna Sunnudagaskólan á svona frábærum öðrum Sunnudagaskólakennurum og síðan sé ég foreldramótnana hérna á þriðjudagsmótnum milli 10 og 12. Og ég er að spá í að því að sjáu því fjársjáðun sem við eigum í því fyrir aftan ykkur. Við eigum svo fallega og flotta kóra, barna- og úrlingagáspilkórinn og kórlindakirkju. Ég var að spá í að, mér langar svo við gerum svona Sunnudagaskóla klapp, við ætlum að gefa þeim 1 gott klapp, þá meina ég bara 1 og ég tel inn í það. 1, 2 og svona gerum við alltaf í Sunnudagaskólanum. Og heima líka. Þegar við vorum beðin að syngja hérna í kvöld, þá okkur langaði svo að taka ekki jólalag, af því við erum að vinna plötu sem kemur út í febrúar. Þetta er svona dúetta ástarplata. Okkur langaði alveg að taka jólalag líka. Nei. Nei, mér langaði bara að taka þetta. Mesta jólabæð sem við veitum. Ég veit það, en þú veist maður máli. Þetta lag nefnilega, þetta er gamalt lag eftir Selma Sjónsmins og textin er bara svo fallegur. Lagið heitir Hjá þér og við þurfum bara að hugsa alla á jólunum. Og lagið heitir bara Hjá þér og við ætlum að syngja það. Og síðan ætlum ég að nýta tækifærið og auglýsa tónleikana sem við verum með hérna 17. desember, nákvæmlega hérna, með þessum frábæru kórum hérna, ásamt Siggu Beinteins og Stebba Hilmas. Þau koma hérna með okkur og hljómsveit. Það verður þriðjudagskvöld, 17. desember, hlakka til að sjá okkur sem flest. En eigum við að syngja lagið? Já, ég ætla að koma þig líka. Ég er að gefa út jólalag núna á þriðjudaginn. Það verður á Spotify. Þetta er allt á Spotify. Það heitir sérst Marina Regínu. Nei, Svenni Þór, það er alltaf svolítið. Og við ætlum sérst að syngja þetta lag og strákarnir ætla að vera með okkur. Við hendum þessu lagi í það bara áðan, þannig að við ætlum að fara í smá country feeling. Já, ekki bara. Jú, þú vil ég ekki bara. Við erum að hita þig fyrir country-messuna, við verðum þar. Já, við verðum þar líka. Nei. Nei? Þetta eru svona tilkynningar og ég veit ekki hvað. Já, þetta er svona bara. Ok. Sem hrífur mig líkt og útsprungin rós. Þá vil ég vera hjá þér. Þegar gengi í sólinni lítum á bjartan dag, lít á fegur blasir við mér. Þegar heimurinn heillar mig líkt á töfrandi lag, þá vil ég vera hjá þér. Ég vil bæði lifa og vona, ég vil brenna upp af ást. Ég vil lifa með þér svona, ég vil gleðjast eða þjást. Meðan leikur allt í lyndi, líka þegar illa fer. Meðan lífið heldur áfram, þá vil ég vera hjá þér. Meðan skuggarnir stækka og líta húminu að, gamall máninn bærir á sér. þá vil ég andartak inn á rólegum stað. Þá vil ég vera hjá þér. Ég vil bæði lifa og vona, ég vil brenna upp af ást. Ég vil lifa með þér svona, ég vil gleðjast eða þjást. Meðan leikur allt í lyndi, líka þegar illa fer. Meðan
þá vil ég vera hjá þér. Þegar slöknar á deginum yfir þyrmandi nótt, stormar yfir stjarnanna her. Þú býtur mig ekkert á og ég sé fært og ró. Ef þú vilt vera hjá mér, þá vil ég vera hjá þér. Þá vil ég vera hjá þér. Takk fyrir. Takk hella. Jæja, heil og sæl. Jón Guðmundur heiti ég og er í sóknarnefnd hér í Lindakirkju. Mikið er ég stoltur af starfinu hér. Þökkum Regínu og Svenna fyrir þeirra flutning en þau eru hryggjarstykkið í Sunnudagsskólanum sem er einn fjölmennasti sunnudagsskóli hérna á landinu. Já, það er 170 manns að mæta og bæði fyrir ungar sem aldna, það er bara, get ég vitnað það. Ég ætla nú að þakka fyrir, hér stend ég nú til þess að minna á margt og þakka fyrir að okkur hefur verið að berast gjafir og þökkum fyrir það. Einn til dæmis á kórnum var 60 daginn og vildi ekki þiggja gjafir en benti á lyftusjóðinn hér. Annar var áttræður og vildi heldur ekki þiggja gjafir og allt í nóvember og allt gerðist þetta allt saman 900.000 sem þökkum fyrir. Einnig vil ég að þið vitið að við í sóknarnefndinni förum vel með en náttúrulega okkar stærsti hluti eru sóknargjöldin sem fyrir þá sem það velja og að þá geta þeir farið inn á island.is og séð hvort að menn sé í þjóðkirkjunni og haka í það ef menn vilja og velja svo. En það er allir búin að vera svo léttir að kátir hér að þá langaði mér að segja einn örstuttan sem þegar Guðni, þegar ég kem hérna inn fyrir langa og hann er fastur í minnum mér, hann spurði, sagði, jæja, krakkar, vitið þið hvað borðið sagði við stólinn? Og allir bara, ha? Nei, hæsæti. En næst, það sem við hérna í Lindakirkju erum starfi í forgangi og stolt af því og ávöxturinn eru lög sem eru samin ort og næsta lag er einmitt eftir hann Áslaugu Helgu, djáknan okkar, bæði lag og texti. Gjörðu svo vel. Millions of people fearing and tearing
Sæll, ég heiti Ingi Kristmanns og í fjölgunastarfinu í Lindakirkju og ég elska að vera í Lindakirkju og ég byrjaði í sunnudagsskólanum og svo fór ég KFMK þegar ég var 9 ára og að vinna, og í fjölgunastarfinu núna. Ég ætla að hringja strákan úr kór Lindakirkju inn og syngja með kórnum Lagði líða fyrir jólum, hringja bjöllum. Takk fyrir. Fyrir hvað stendur það? Virðing, ærðuleysi og bullandi stemming. Já. Góðan og blessaðan, gaman að sjá ykkur öll. Mikill heiður að vera komin hérna á jólastundina. Frábært. Ég að missa mig. Ég líka. Þetta æsispennandi. Við erum svolítið að hljómsveit Vibe. Það stendur hérna aftan á göllunum, sko. Já, það er rétt. Það þekki okkur. Það er mjög sniðugt. Já. En við ætlum að taka eitt lags fyrir ykkur sem heitir Alveg dagssatt. Já, það er nákvæmlega þannig. Þið hljótið að þekkja, þetta er gamalt gott. Gamalt og gott, það þekkja allir. Og kórinn ætlar að hjálpa okkur. Syngja þetta. Við gáum þetta saman út fyrir 2 árum eða eitthvað. Já, eitthvað svoleiðis. Eitthvað svoleiðis, það er langt síðan.
Og þess vegna ætla þið að syngja með okkur og ef þið kunnið eitthvað af þessu endilega takið undir. Það er ógeðslega gaman. Ég vil endilega heyra vel í ykkur, sérstaklega í viðlögunum og svona. Það er ekki bara, ef við ekki bara keyra í þetta. Heyrðu, keyrum þetta í gang. Roger, let's go. Þegar ég var lítill fekk ég lifrapils og grjónagraut jólin. Já, ok. Það var hannig. Lambalægir og hambúrgarar einfaldlega þekktust ekki þá. En þegar ég var stráklingur þá sá ég aldrei jólatré jólin. Í staði gerði pabbi bara jólatré úr hrífuskaft og vír. What? Heyrðu snöggvast hálfdaminn, þú sleppur ekki þetta sinn. Nú segirðu okkur satt. Ha? En þetta alveg dagsatt. Þetta alls ekki satt. Jæja, hálfdán minn. En svona reynum nú að sitja, slappa af og hætta mittast og gleðjast því það að koma jól. Jólabjörnir úti kíkja, krakkar allir dans og syngja, kringum jólatréð og segjum gleðileg jól. En þegar ég var stráklingur þá sá ég aldrei jólatré jólin. Ok. Í staðinn gerði pabbi bara jólatré úr hrífuskaft og bíl. Ok, við dönsuðum í kringum það á moldargólfi myrkri yfir jólin. Og mamma kveikt á kerti, þá var bærinn okkar aftur hlýr. Heyrðu snöggvast hálfdaminn, þú sleppur ekki þetta sinn. Nú segirðu okkur satt. Þetta alveg dagsatt. Þetta alls ekki satt. What? Jæja, hálfdán minn. 1 og 2 og 1. En svona reynum nú að sitja, slappa af og hætta mittast og gleðjast því það að koma jól. Jólabjörnir úti kíkja, krakkar allir dans og syngja, kringum jólatréð og segjum gleðileg jól. Nú syngjum bara la 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 la. Ég vel gert maður. Ok. My head is good. Yeah. Ok. Þetta var nú bara henni. Að horfa á kvikmynd getur verið góð skemmtun, en hafa skal vara ná. Því kvikmyndir enda ekki alltaf vel. Því limit to bíómynd. Ok. Ég geri það sem mig langar til. Því hvað? Því limit to bíómynd. Ok. Svo náðu í bóði, kallið minn. Wow, býttu, Balti var að hringja. Það að mæta setti fara í sinni byrja að syngja. Lífið mitt bíómyndir, þannig nú það. Spenni sett sóðar og förum af stað. Hvert sem ég fer, alltaf með myndavél á mér. Alltaf mér með ljós og mækja leikstjórinn ég. Skrifa á bestu handritin til lífið mitt vilt. Ég myndi fer á stóra skjáum, veður og svo trillt, já. Augu mín alveg eins og myndavél. Kott í stöðu keppni ef að þú vilt vera með. Ok. Augaleikararnir eru allstaðar. Á rauða dryklinum að reyna að byggjum handaband. Ég mæti tilbúinn, yes. Ég vil fá verðlaunin. Því að lífið mitt langbesta kvikmyndin. Ég kasta kveðja á þá sem að horfa á. Auðun Blöndal, Helga Braga, farið í frá. Því limit to bíómynd. Ok. Ég geri það sem mig langar til. Hanna. Því limit to bíómynd. Ok. Svo náðu í bóði, kallið minn. Vakna þetta morgn á sitt á mig meik. Allt sem ég ger það bara getur verið þetta kvikmyndalíf. Myndavélinn alltaf á, ég fæ ekki frí. Margir vilja meina ég sé ekki í hausnum, en ég alvarleikari, ég hugsa í lausnum. Ég mæti á Óskarinn,
sækja verðlaunin Því að lífið mitt langt besta kvikmyndin Ég kasta kveðja á alla sem að horfðu á Gunni, Helga, Þorsteinn, Valdimar, fariði frá Fyrir mitt bíómið Ok Ég geri það sem Anna, fyrir mitt bíómið Svo náðu í poppi kallið mig Kallið mig, ég segi bíó, þið segi mynd Bíó Yes sir, þið eru með það Ok Fyrir mitt bíómið Þið eru bara, takk hérna fyrir okkur Takk fyrir okkur Já, þetta voru drengirnir í Vibe, hefum ekki að gefa þeim gott klapp. Heyrðu, Guðni, má ég nokkuð leggja fyrir þig eina gátu? Eina gátu, já, hvað er með hana? Veist þú, í hvaða landi er erfiðast að fara í feluleik? Hvaða land er erfiðast að fara í feluleik? Ég hef ekki hugmynd. Nú, auðvitað í Finnlandi. Það sé á góðu, Þórunn nefnilega. En veist þú þá í hvaða landi eru efnilegustu markmennirnir? Nei. Kannski svolítið langsóttur. En það er í Ungverjalandi. En Guðni, veist þú í hvaða landi er mest sungið? Ég veit ekki hvað er mest sungið. Í Kóreu. Akkurat. Og talandi kóra, þá, af því að það er alveg komið til loka hjá okkur, þá langar okkur að segja að kór Lindakirkju, sem er hérna, þessi frábæri kór er með tónleikana sína næstu helgi og þau eru með eina sem voru bara pantar og einkatónleikar á laugardeginum og svo var einir klukkan 8, þeir eru orðnir uppseldir og þeir eru ekki örfáir miðar eftir klukkan 5 og þá er það kórinn okkar, það er band og Edgard Smári með þeim og svo er mikið af engsöngurum úr kórnum sem syngja frábært prógram, ég hvet ykkur til að tryggja ykkur með það klukkan 5. En nú að tix.is. En þá hefum við haft þessi venju á aðventuhátíðin okkar að enda á hátíðlegum nótum og syngjum þá fallegan sálm sem að Matthías Jochumsson íslenskaði á sínum tíma og hefur fylgt þjóðinni síðan. Fögur er foldin og ég ætla að biðja ykkur sem er auðvelt með að rísa úr sætum við syngjum þetta lokalag í kvöld.
Og þá skulum við klappa og leyfa kórunum að hneigja sig, barna- og unglingakórinn, kór Lindakirkju, hljómsveitin og kórstjórarnir og allir síðan í einu. En ég veit að þau eiga eitt upp í erminni sem þau ætla að loka á. Svona loka stuð, það gospel klassík og við fáum bestu gospelsöngkonu Íslands til að syngja það. Ég held að við ættum að gefa líka prestónum okkar í Lindakirkju. Guðni Már, hann samdi allar kynningar. Óli Jói og Dís auðvitað líka. Það má nú ekki gleyma þessu stórkostlega fólki. When I was a learner, þið megi setjast, I sought both night and day. I asked the Lord to help me, and He showed me the way. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. What shepherds kept there watching over wandering flock by night. Behold, from out of heaven, 'cause there's shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. He made me a watchman upon the city wall. And if I am a Christian, I am the least of all. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Oh, go hallelujah, and everywhere. Go that Jesus Christ is born. Oh, go tell it on the mountain. Hallelujah, yes, and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is Takk fyrir kvöldið. I